Áfram höldum við hérna í föstudagsþætti en 4. Sólin hækkar á lofti og það veit stangveiði fólk mæta vel. Hingað eru mættir fulltrúar stangveiðifélags Akureyrar til þess að svona undirbúa komandi vertíð. Guðrún Una Jónsdóttir, formaður stangveiðifélags Akureyrar og Guðmundur Ármann Sigurjónsson sem að í stjórn, verið velkomin. Guðrún Una, stangveiðifélag Akureyrar, þetta er svona félag, rótgróið félag? Já, það var stofnað 2003 og hérna Hótel Kea mættu tæplega 100 manns á stofnfundi, þannig að það var býsna gott. Og núna erum við með félaga eitthvað á 300. Og tilgangur félagsins, það er væntanlega að safna saman áhuga fólki stangveiði og útvega stangveiði leyfi og svo framvegis. Jú, það er svona megin tilgangurinn, en þetta er líka að efla áhuga barna og bara fjölskyldna eiginlega á stangveiðinni og tryggja að menn gangi vel veiðisvæðin er einn af tilgangunum og fleiri. En svona vetrarstarfið þegar að lítið eða ekkert er hægt að veiða, hvað gerir þið á veturna? Íslenskir vetur eru alveg hræðilega lengi að líða og þá fundum menn upp á því að stytta sér stundir yfir veturinn með vetrarstarfi og við bjóðum upp á hnýtingar, flugukastæfingar og svona ýmsa fræðslu fyrir lestra. Og þið eru með aðstöðu þá væntanlega til þess að halda út í félagsstarfinu? Við erum svona hér og þar bæinn. Við notum sondahúsið til hnýtinga og við erum í íþróttahöllinni við kastæfingarnar og svo verðum við í Lionssalnum í vetur með fræðslu fyrir listarann okkar. Guðmundur Ármann, að því ég var að tala áðan að sólin væri farin að hækka á lofti, er það svona í þínum huga tákn að það sé að styttast í veiðitímabilið? Já, það fer ekki hjá því sko. Að leið og byrjar að birta þá fara menn að horfa á vatnið og skygna kannski út á pollinn og athuga hvort að maður sjá ekki fiskvaka eða fugl voka yfir einhverjum seiðum eða einhver. Auðvitað, það er nákvæmlega þessi tími, febrúar, mars, apríl og þá gerum við þetta, við hittumst og segjum sögur frá síðasta sumri eða ennþá eldri sögur og nýtum og skiptumst á skoðum og njótum þess svona að vera í félagsskap fólk sem hefur sama áhuga. Ert þú að nýta? Já, ég nýti, alveg ástríður nýtari, ásamt fleirum náttúrulega í félaginu og eins, já, við höfum nýtingarkvöld sko, nokkur og þar sittum við þeir sem eru kannski búin að nýta í dálítið mörg ár og svo bjóðum við félagsmönnum og reynum að höfða svolítið til fleiri kvenna og unglinga, kveikja áhuga þeirra, kannski halda námskeið og stóð til að halda námskeið á punktinum svona til þess að ná til þeirra sem kannski ekki eru í félaginu. Þannig að það er alltaf einhverja svona vakningar. Er þetta meira svona kallasport eða er þetta fjölskyldu íþrótt? Ég held að sé nú að breytast, þetta var mikið kallasport. En ég held að konur sé að fjölga. En ég vildi gjarnan sjá fleiri konur hérna á Akureyri, bæði taka þátt í vetrarstarfinu og vera svona meira áberandi í stangveiðinni. Hvað með sjálfa þig? Ert þú að mæta á æfingar, svona kastæfingar og svo framvegis sem að boðið upp á? Já, ég geri það. En hvað er stangveiðifélagið, eru þið að leigja á einhverja og svo framvegis? Við erum með eina á að leigu Ólafsfjarðar, en erum með svo Svarfaðardals á Hörgá, Fjarðará í Hvallársfirði og Hraunsvæði í Laxá í Aðaldal, það erum við með í umboðssölu. Við erum alltaf að leita fleiri svæðum og bjóða í og svona, en það gengur ekki alltaf. En aftur svona að vetrarstarfinu, þetta er mikilvægur tími og svona
mikilvægt að líka að undirbúa sig fyrir komandi vertíð. Já, það er það. Það að fylla flugubóksinn og ekki síður að æfa sig að kasta. Þetta er svona ákveðin tækni og það er ekkert gaman að mæta kannski með nýja stöng á bakkan og óvanur að kasta og koma ekki færin út í flugunni. Þannig að ég myndi hvetja fólk til að mæta til dæmis á flugukastæfingarnar okkar. Það byrja núna 21. febrúar. Það er konudagurinn. Þannig ég hvet konur til að mæta. Þetta sem sagt klukkan 10:30 á sundaginn 21. febrúar og svo erum við aftur með kastæfingu 28. febrúar og svo 7. mars. Þetta svona 3 skipti í röð. Þeir sem að stunda stangveiði og eru komið svolítið svona langt í þeirri grein, snýst stangveiði að stærstum hluta að veiða sem mest? Nei, alls ekki. Það er bara vera úti í náttúrunni og alltaf gaman að fá fisk en veiðitúrinn getur alveg verið skemmtilegur þegar maður fá ekki neitt. En það er gaman að verða var og vita af fiski og það er ekki endilega að bíta á en það er ekki verra. Guðmundur, uppskrift svona að góðum degi, góðum veiðidegi, hvernig myndi hann nú líta út hjá þér til dæmis? Já, hann gæti nú byrjað náttúrulega með svona viku fyrirvara. Maður að velja sér sko á eða vatn til þess að fara í. Og svo maður svolítið að spegla í hvaða flugur á maður að taka með sér og það byggist upp svona svolítið tilhlökkun og spenningur sko. Þannig að og síðan ertu mættur á svæðið og þá það náttúrulega umhverfið, náttúran og ef maður sér fisk þá það bara gott sko og svo kastar og ef fiskur bregst við flugunni sem hún kannski nýttir þá það náttúrulega bara kick sko, ákveðið, adrenalín sem fer í gang sko. Nú, svo fyrir mér hinn fullkomni við dagur gjarnan þannig að mjög gjarnan sko má hann enda með því að verði til einu vatnslítamynd. Já, þú ferð með græjurnar með þér, litagræjurnar? Alltaf. Dálítið mikið farangur. Það er gott að hafa sæmilega bíla til þess að koma öllu dótinu, vatnslítadótinu og veiðidótinu og öllu. Já, þetta hefur verið kannski síðustu svona, ég veit ekki hvað, 10-15 ára eftir ég fór að mála meira úti heldur ég gerði. Guðrún, svona, þitt svona uppáhalds veiðisvæði? Já, það er náttúrulega, ég þekkt fyrir það og gaman að ég fari í Hörgá. Það henta mér ágætlega, hún er mjög stutt frá og sem húsmóður, þá hentar það ágætlega. Og svo ég náttúrulega ættuð austan að Jökuldal, þannig að jökla er líka í miklu uppáhaldi. Maður tekur eftir því þegar maður svona fer inn á heimasíðu stangveiðifélaga og svona er að skoða starfsemina. Það lögð mjög rík áhersla á góða umgengni við veiðisvæðin. Já, það bara stór hluti að þessu að ganga vel skilja ekki eftir gírni og þess áttar og sumir náttúrulega þannig þau þurfa alltaf að keyra að ánni nánast og kasta bara út gluggann. Men það bara hvet veiðimenn til þess að skilja ekki eftir sér slóðir, bílslóðir og það náttúrulega vissar reglur sem gilda það. Guðmundur, hvað ert þú búinn að merkja mikið inn á dagatalið? Er sumari hjá þér? Er það alveg planað nú þegar? Nei, það það nú ekki sko. En samt það svona myndast eitthvað plan. Ég gerir ráð fyrir ég fari í þessar ár sem eru hér við Eyjafjörðinn og ég nú að fá ágætan kunningja mér veiðimann í heimsókn í sumar og það svona plönum að fara á hér fyrir austan á Langanesið í vötnin og lækina og ég hef nú eiginlega orðið sko meira gaman að svona þessari útiveru að labba með ánum eða labba með vötnunum og njóta útivistarinn. Fiskurinn bóns og vatnsliturinn líka bóns. Guðrún, ert þú búinn að gera allt klárt fyrir sumari hjá þér? Nei, ég tek þetta bara svolítið svona jafnóðum, ekki að panta fyrirfram. Árnar stunda þær mikið og þær eru bara þannig en þú ert ekkert að versla í veiðileyfi með löngum fyrirvara.
Það eru náttúrulega stundum litaðar og vatnsmiklar en það verður þetta svæði og jökla. Ég veit ekki alveg hvort að breyta ekki út af vananum. Sjáum til og sólin hún heldur áfram að hækka á lofti. Það styttist óðum í komandi vertíð hjá ykkur. Þakka ykkur fyrir komuna hingað í föstudagsþáttinn og við höldum áfram hérna rétt á eftir.